Já. Hvað klukkan að? Halló. Já, Hrönn og Garðar. Nei, veistu, það ekki þessi íbúð sem við eiga. Þessi ekki efsta bæðar? Þessi efsta, ég prófa það. Takk er það. Takk er það. Ég prófa það, takk. Það fasta númer er 17898. Nú, það er engin heim í íbúðinni, fólkið er skráð erlendis. Þannig að uppbóðið fram bara hér úti. Já, er það svolítið? Hérna, við fréttum að fólki væri erlendis. Þetta var auglýst í lögbyggjumfræðinu. Þannig að það bara fyrsta fyrirtæki sem er auglýst. Þessu virtist hafa verið auglýst alveg upp og Ég er auglýst í fullt af vegnum í lögbyggjumfræðinu því það er fullt af fólki erlendis í þessum vegnum sem það er. Já. En er það þá vaninn að þá sé bara upp og utanhús eða er ekki bara inn í? Já, það er vaninn. Já, en Hvernig á fólk að geta keypt og séð? Hafið þið kynnt ykkur hversu stóra eignin er? Já, maður þarf að þjá, sko. Vilja fólk fara inn í íbúðina? Við viljum ekki kaupa á síðan eign. Ok, ef að fólk vil fara inn í íbúðina þá fresta ég uppbúðinu til kl. 11. Þá fresta ég uppbúðinu til 11 og kalla á lásasmið til að fara inn í íbúðina. Hver er að bjóða upp eignina? Hver er að pröfa það? Þeir sem er að biðja með þetta er Íbúðalánasjóður og Arion banki. Hvað hvílir á hann? Ég bara veit það ekki. Það komi hérna eitthvað að kröfulýsingum, suma kröfulýsingur er ekki komnar. Það er ekki mættur á Arion banka, þannig ég veit það ekki. Er fulltrú á Arion banka á staðnum? Nei. Við frestum það eitthvað til kl. 11. Er þú út frá? Ég er frá Sýslunum. Já. En þetta er átt að kosta bara tjón og annað fyrir fólki sem er að ræða því það er að brjóta upp lásinn og annað slíkt, þannig að það tökur því. Já, en það kostar ekki milljónir. Það fýl ekki 30 milljónir á þeim. Já, þú varst eiginlega með þjófhræðslu til okkar. Ef þetta var ykkar íbúð og þið varum þess að íbúð í leigu, myndi ykkur ekki þykja betur að það verið betta og svona Hvað er þetta alltaf upp á eigninni? Er þetta ekki á þína ábyrgð? Þetta er samkvæmt lögum. Er þetta ekki á ábyrgð embættisins sem þú ert fulltrúi fyrir? Nei, þetta er ábyrgð gerðarbeðandi. Hver er gerðarbeðandi? Í þessu tilviki. Hvar er hann? Við skulum þá er ábyrgð hans. Hann var að lýsa ábyrgðin á hendur honum, ekki okkur. Ég er ekki að lýsa ábyrgð á hendur ykkur. Gerðarbeðandi er Íbúðalánasjóður og kauping Arion banka. Þú ætlaði nú að segja þetta saman við á gerðarbeðandi. Það hlýtur að vera þeir sem þeir ábyrgð á. Þetta Sæðurbless, ég heiti Helga Björk Martinsdóttir Grétarsdóttir, kennitala 14 og 555-7469, gaman að sjá þig og hérna eru lögfræðingar sem við miklu áhyggjur af. Og endilega fara úr skónum áður við förum inn í íbúða, sínum íbúða eigendur við. Allir lögfræðingar úr skónum. Það var krafist þess að ég hefði farið einn og það er selja þetta á sér. Það er náttúrulega ekki hægt að selja íbúðina á sér. Þið hefði ekki náðið leið það sem hérna er inn. Nei, það er vel sumir sem að Fólkið er hættur að sem að rafa saman frá þessu. Hvernig tengist þið þessar íbúð? Nei, við erum bara áhuga samir uppbóðið, sko. Bara Helga Björk hér, Magnúsdóttir Grétarsdóttir, Sólundgötu 50, kennitala 14 og 555-7469. Hvernig tengist þú íbúðinni? Já. Ekki myndið að vera opnað. Ekki myndið vera opnað. Ekki bara ráðlegt að fólk loki augunum, það er með